Já, komið þið sæl, bæði áhorfendur og áheyrendur. Þetta þátturinn Heimi best á Samstöðinni. Það hæfir þætti sem heitir Heimi best að líta eins í baksinn í speilin og það er jafnvel langt í hann. Sko. Og til að ræða við mig fornbáta og trébáta í Íslandi er komin Helgi Máni Sigurðsson. Þetta verður komið. Takk fyrir. Hvað ertu menntaður? Ég sagnfræðingur og bókmenntafræðingur. Já. Og reyndar prentsmiður. Já. Og pungaprófi líka. Já, hægilega. Já. Hefur verið eitthvað til sjós? Hvaðan kemur þessi báta áhugi? Já, þetta nú reyndar sögulegur áhugi bara almennt. En líka ég vann á sjóminjasafninu í Reykjavík. Var fyrsti starfsmaður þar. Já. 2002 til 2014. Það náttúrulega komið bátar við sögu. Já, sko, við höfum sagt hérna að við höfum engan svona nýsköpunartogara eða síðutogara eftir. Við mistum það, hugðum ekkert að því að geyma einn. Það ekki verið snudd? Jú. Það er það sem menn nefna oftast, sko. Já. Að vanti. Já, en já, segið það, við mistum sko þar og seint, en með trébátana, tínaður ekki tölunni svolítið hrætt? Jú, það er, og vandamálið við þá, það er að segja plankabyggðubátana, vertíðabátana, að það kostar svolítið að gera þá upp og halda þeim við og það er bara svo sára lítill peningur settur í viðhald og varðveislu á bátum á Íslandi. Já, sem miður væntanlega. Já, við erum langt á eftir Danmörku og Svíþjóð. Já, en samt er nú þannig að það eru margir bátar eftir. Já, og það er hægt að gera heilmikið. Já, en segðu mér með Húsvíkingana. Já. Þeir hafa keypt hérna fallega eigabáta og breytt þeim í svona hvalskoðunarbáta. Já. Það hlýtur að hafa að segja eitthvað. Það er náttúrulega skrokkarnir þó að það sé kannski búið að breyta. Já, það er búið að breyta yfirbyggingu. Lestinni í setustofu og hluti. En þeir eru bara ansi miklu leyti upprunalegi, sko. Já. Og glæsileg skip. Já, þegar að ég var sem sagt þegar ég var í bátasjómennskunni í 10 ár, þá var ég í Breiðafirði, mest í Ólafsvík og þar var alveg ótrúlega fallegur trébátur stór, Sveinbjörn Jakobsson, en hann er kominn norður á Húsavík, ég veit ekki hvað hann heitir núna, en þetta var 110 tonna bátur, mjög einstaklega fallegur. Já. Þannig að sá er ennþá í notkun og norður Húsavík. Já, akkurat. Já, þannig að þeir eru með minni báta líka en alveg upp í þetta yfir 100 tonna báta. Já. Já, ég heyrði af einum bát, Örn, hvort það var ekki, IS 100, það er ekki númerið á honum. Já. Hann lá í á Súðavík í nokkur ár í Bryggju og menn fengið á hugmynd í fyrra að hressa upp á hann og prófa að hafa hann í hvalaskoðun. Já. Og tekjurnar að bara einu sumri dugði fyrir því að standsetja hann. Já. Svo nú verið að gera hann ennþá flottari. Já. Það er góð reynsla semst af þessum bátum. Já, en svo þegar við tala báta sem eru svona virkið, sko, og sérstaklega þessar stærri trébáta, þá er að hún í annar. Já, hann er náttúrulega svona stærstur og náttúrulega í toppstandi. Já, hann er svo líka mikið íslenskur, smíðaður í Ikea. Já. Það var á Löngumýri, hvað heitir hann? Já, Björn á Löngumýri. Já. Hann tók upp símann og pantaði eitt stykki. Já. Bát upp á 130 tonn. Já, hann var stjórnarformaður eða ekki Kuffélagsins eða hvað var sem keypti hann, sko. Á Skagaströnd.
Þannig að hann bara hringdi norður á Akureyri. Já. Já, ég sagði sér nú líka það þegar að eina ríki í Vestmannaeyjum og hann lét smíða nokkra báta úr stáli, sko. Þannig 100 tonna báta í Slippstöðinni á Akureyri. Já. Þá var það bara, svo kom nótan, bara einn bátur. Var ekki sundurliðun. Traust milli manna var svo mikið. Já. Hann pantaði bara einn bát og hann fekk einn bát og hann borgaði bara samkvæmt einum reikningi þess að stóð bara bátur. Já. Og kannski var þetta samskonar að hafi verið smíðaður áður. Já, ég man í Suður var eitt að þetta voru svona fallegi bátar, sko. Já, en ég fór líka að rifja upp, ég hef róið eitthvað á 4 þyrlubátum, mjög ólíkum, Pétri Jakob sem var bara mjög lítill, sko, 25 tonn eitthvað, og upp í Halldór Jónsson sem var smíðaður í Ókea og nú ónýtur núna, en hann var 80-90 tonn. Ég lenti sem mér þess að í svolítið átökum með þar var alveg, vorum á rækju í allt óundu veðri, slitum annan vírin og þetta var þvílíkt basla ná trollun inn, engar græjur þarna aftur og þetta var, það eru minningar sem var á þetta. En svo þú búinn, maður sjá þetta þú búinn að skrifa, Helgi, alveg ótrúlega stóra og öfluga bók fornbáta. Já, þakka þér fyrir. Já, bara þetta er sko, þetta er algjört ævindi. Það eru sko margar myndir af hverju opnu og... Já, enda, segja myndir mikið. Já. Og hún er hugsuð þannig að fólk, þetta grípi athygli fólks. Þetta er ekki allt og langar greinar hvern bát. Nei. 54 bátar. Dettinu inn á Hildibrand. Já. Bjarnason, hann var merkum maður. Já, það var... Já, en þetta er bara svona fyrir það fólk sem hefur á og sögunni, þetta þarf ekki endilega að vera tengt bátum, þetta er sagan okkar. Já, þetta er svo, sko það er stundum talað að föðurlandið sé hálft hafið. Já. Og það var bara þannig, menn lifðu á hafinu jafn mikið á landinu, sko. Já, til dæmis eins og alveg bursið frá fiskveiðin, sko, hér er fín mynda sem, sko, Björg í heiflutningum ásamt öðrum bátum árið 1958. Já, það er að Breiðafjarðar, Já, ég segi það, þannig að hvernig, sko, bátar, þetta er ekki bara fiskibátar. Ekki bara fiskibátar, Þetta voru samgöngutæki líka. Já. Er það ekki? Jú. Flutningabátar og ferðabátar. En í þessari bók er mikið af gamlu myndum, þannig að þú ert náttúrulega sagfræðingur en þú þurft að leita fanga við það. Já. En það er talsvert af mönnum sem eru bara áhuga menn báta. Já, þú ert ekki einn það. Nei, ég veit að það er svona hópur til dæmis á Facebook sem að... Já. Fjarlæg gamalla tríabáta til dæmis. Já. Þegar þetta komið niður í svona þá er bara skrifa þar að þekkingu eða verið leita eftir spurningu byrja svör við spurningum, sko, en það er ekkert verið, engin sleggjudómar eða slúður, þetta er bara fólk sem eru á sama málinu. Já, menn eru kannski að birta mynd af tilteknum bát sem þeim finnst sem þeir tengjast og vilja koma framfæri. Já. Og jafnvel spyrja hvað hefur orðið báta eða ekki? Jú. Já. Og Sá sem er skipstjóri á Víði öðrum, við vorum Víðir Benediktsson, á Húnöðrum, Víðir Benediktsson, við vorum samtímis á Sólbak á Akureyri, Sólbak, Já, sem núna er skal ég segja þér að sko Sólbak var náttúrulega bara skuttóri, ekki bara hann skuttóri, og núna erum við sem að höfum verið á honum einhver tíma, við erum búin að safna fyrir módelsmíði á honum.
Nú. Já, þannig að það er verið að, ég held að víja það bara fyrir jól, sko, en svona sko, það er svo margir sem að vilja varðveita söguna og sérstaklega við kannski sem að upplifum eitthvað sem að er eiginlega búið, sko, eða farið. Já, menn vakna stundum daginn eftir að viðkomandi er horfið. Já, sko, við einhverjir kalla sem vorum á Sólbakki, við hefum ekki getað viðhaldið honum, sko. Nei. En þetta er viðleitni, sko. Já. Fallegt módel. Það var ég held að það verið Kaldbakur sem var gert alveg feiknarlega gott módel. Bara flottasta módel á landinu, sko. Já, skutórunum. Nei, það var síðutórinn. Síðutórinn. Já, eða einn, Já, vélstjórinn þar borð, hann var fengið til að smíða hann og gefa skipstjóranum. Já. Og það módel er á Iðnaðarsafninu á Akureyri. Alveg ekstra flott módel. Já. Og módel er náttúrulega að hafa sína sitt gildi og sérstaklega ef viðkomandi þekkja og hafa verið borð smiðirnir sem smíðu. En sko, það getur verið erfitt að varðveita gamla báta. Kútti Sigurfæri, hann er ekki ónýtur, held ég? Eða skrokkurinn? Já, skrokkurinn, já. Og ég sá nú inn á þessari Facebook-kóp að það var tindur sem var við Ólafsvík geymdur upp á landi. Það var að vera að rífa hann niður. Já. En svo er merkubátur í Keflavík, Baldur, sem frambyggðu bátur, sem er sérstakur. Já. Hann er þar svona upp á landin en svona sem hluta minjasafninu þeirra. Já. Þetta er vant með farið að geyma svona báta. Já, en það er ekki alltaf jafn dýrt eins og ætla mætti, sko. Nei. Sérstaklega að það er gripið í taumana sæmilega snemma, sko. Já, þú varst múin að segja mér að þú byrjaðir að á Árbæðisafni. Já. Og þar var Aðalbjörg RF5. Já. Sem er svona, við vitum, sem er orðin eldri að var mjög merkubátur. Já. En hún er búin að flytja hann inn í hús, eða ekki? Sér ekki? Jú, hún er inn í Kortgörðum. Já. Var skrokkun orðin lélegur eitthvað? Já. Það er nú, þér að segja er búin að vera vandræði gangur með hann, sko. Það er hann er búið að taka á hann með húsið og byrjaði að fletta á honum byrðingnum og endurgera hann eða eitthvað með upphæðlega húsið? Það er einhver hann er búin að vera í bara sem sagt biðstöð í næstum því áratug, held ég. Já. Vantar peningar til að halda fram. Já, það er einhvern veginn, sko, það er allt í lagi að henda 100-200 milljónum í hús. Já. Og það fara ansi miklu peningar í það á Íslandi sem er náttúrulega mjög gott. Já, það gerum ekki lítið úr því. Við erum ekkert að gera lítið úr því. En þegar kemur að bátum þá er bara hljóðið eitthvað öðruvísi, sko. Já. Það vantar sjómennarnir í þetta eða á sama sakfræðinga. Já. Og sem sagt Aðalbjörgin hún sem sagt þetta er stórmerkilega bátur og hafði gríðarlega mikla þýðingu fyrir til dæmis atvinnulífi bara í Reykjavík. Já. Það eru nú margir bátar svona svipaði þessum. Já. En svo er náttúrulega Aðalbjörgin kannski vegna sem fulltrúi náttúrulega líka. Og verður fulltrúi. Já. Smíðaður við Mýragötuna Já. og Já, er það? Er að smíða það? Það vita allir
hverjir gerðu hvað nánast í bátnum. En svo sagan, ég nefndi skuttóra, síðutóran áðan, en svo það líka hvað ætla ég að segja, kútterarnir. Við hefum ekki svoleiðis. Nei. Nema bara kúttir síðufæra sem reyndar keyptur frá Færeyjum. Já. En hann var gerður út hérna, sko. Nú það? Það var keyptur til Íslands 1897. Smíðar 1885. Já, var gerður út hérna, sko, til 1918 eða 20. Sem sagt að það rúmlega 20 ára, eða var 20 ára útgerðarsaga hér á Íslandi. Á Íslandi, já. Seldu til Færeyja, já. Já, og svolítið gaman að því hvernig Færeyingarnir, sko, notuðan. Þeir bara uppfærðan, setti hann hjálparmótor og notaði hann alveg til 1970. En sem sagt að þegar hann kom hingað fyrst, sko, frá Færeyjum, þá var hann hérna við miðbakkann, ef maður það rétt, og þá mátti skoða hann, sko. Já. Og ég fór hérna með skissvél að vinnum okkur, þetta svolítið ólíkt, sko, voru bátar samt á þeim tíma ekki neina lúxusfleitur, sko. Nei. En þarna, það var svona ímyndið sem hann sá bara, vá, það var virkilega, menn, sko, þurfti að búa við þetta. Já. Þetta merkileg saga. Já. Ég, sko, býði það, sko, að föður afi minn, hann fæddur 1859. Já. Já, hann sko 70 þegar, sko, pabbi fæðist. Já. Og voru þá 2 börn ókominir reyndar, en hann var skútukall. Og ég lesið hann í skútuöldinni eftir Gils Guðmundsson. Og þar eru mjög merkilegar heimildir. En engar áþreifanlegar. Þetta bara þá lélegar myndir og góðu texti. En við sjáum ekki neitt eða finnum ekki líkt eða ekki, það ekkert þar. Nei. En það sjóminnisafnið, þú varst að ráðin þar sem sagt fyrsti starfsmaður þess og áður að þú opnaði. Já, starfsmaður undirbúningsnefndarinnar. Já. Og svo var Sigrún Magnúsdóttir. Borgarfulltrúi og síðar umhverfisráðherra. Já, sem var ráðin forstöðumaður. Já, hún var mikið hvatamaður að þessu. 2004. Er það ekki? Jú, hún það var fyrir hennar liðstyrk sem þetta var stofnað, sko. Og þá var semst minjasafn Reykjavíkur Árbæjarsafn. Það var hafði ekkert sinnt sjóminjum, enda upp í sveit í rauninni. Og svolítið sérstakt að minjasafn borgarinnar væri í rauninni sveitasafn. Það eru mest fyrir sveitamenningu þar. Og þetta var bara mjög góð hugmynd að stofna þetta safn og mjög heppilegt að gera á þeim tíma því að á þessum stað þar var svona lægð, það var Grandi hafði verið stofnaður og þetta var gamalt frystihús. Bæjarútgerðin gamla og það hefði ýmis fyrirtæki reynt að starfa þarna en það var svona einhver ekki nógu góð reynsla af því þau fóru flesta yfirleitt á hausinn við að fara þannig inn. Og þess vegna var það hús hálf tómt og fékkst fyrir lítinn pening og á fínum stað, sko. Er ekki safnið þar ennþá? Jú. Já, ég er búinn að fara þarna tvisvar, En þá og það er svo mikilvægt að vera í
við gamlu Já. Reykjavíkurhöfnina sem var Já, svo- lífæði borgarinnar. Svo er Óðinn og Magni þarna úti líka. Já. En hérna, byrjaði þegar þú fyrsti starfsmaður, áttu að vera með 2 hendur tómar, engir, Já. engir, Það var bara fyrsta verk hjá mér að kanna hvað væri til af sjóminjum í Reykjavík. já, Og það var svona ein forsenda fyrir stofnun safnsins að ég gerði þannig að bara skrá yfir það hvað til var. og fannstu mikið Já, það var, í einhverjum sem prívategnum, já, og fyrirtækjaeign, já, hérna, já, bæjarútgerðin og Eimskip og já, ólíklegustu aðilar. það er fólk sem hefur svona safnað einu og öðru, sko, Já, já, til dæmis seglagerinn Ægir, já, hún var náttúrulega hátt í 100 ára gömul. áttu þið segl, Já, og hérna, þeir áttu bara flott safn af verkfærum og þess aftur, sko. fyrir seglasaum og, Já, já, og þeir hafa bara gefið þetta inn á safnið, já. já, en þetta eru margir munir þarna núna, Já, Allians húsið var, já, það var Grandagarði 2 já, og þar var sem sagt það húsið frá í kringu 1910 já, og Allians hafði hætt 1960 eitthvað, já, en þar var ennþá sko saltfiskbörur og eitt og annað frá starfsemi. já, en handvagnin Pétur Soffmann, var hann á það? Nei, Ég hluta á æskuminni þá bjó ég á Seljavegi já, og þá stundaði ég það að þá hendi fólk hendi bara allir fjöruna, sko. já, bara, veist, fóru bara með stórt rusl og hendi í fjöruna og ég dró upp smápólum að ég var að draga upp miðstórofna og fór með það í játsteppunni í ánanaustum sem var hana og ég fekk krónu fyrir kíló af pottinum. Þannig að svo var þetta svo erfitt að bera þetta, þannig að ég sá alltaf þennan vagn inn í Allianshúsinu og svo var ég að spyrja kattan það hvort ég mætti fá hann lánaðan og þeir sögðu ég talaði Pétur Hoffmann og hann stóð nú stuggur að þessu manni sem stóð nú á Lækjartorgi og var að selja með hringa á öllum fingurum og sarklatur og eitthvað svona, sko. En ég fór samt og talaði við hann og spurði, og hann var svo hrifinn að þessu að hann bara sagði já, þú mátt bara nota hann eins og vilt. Ég held nefnilega, ég vona ég hafi skil á hann þá þegar ég hætti þessar útgerð. En þetta var mikið verk hjá mér, ég fór alveg inn í Klessvík, sko. Og út af Gróttu, sko, safna opnum. Já. En þannig að ég notaði þennan vagn sem var náttúrulega nýþungur fyrir, sko, 12 ára, sko. En það var samt betur en heldur en að draga þá, sko. Draga ofnana, sko. Þannig að ég gæti stundu verið stundum meir en 1 vinnudag á leiðinni, sko, með fengin, sko. En þar sá ég þetta nefnilega, sko, vagnin hans Péturs, hann málar í fánalitunum, ég vonaði að hann sé til einhvers þar, þetta er náttúrulega mjög merkilegt og Pétur og Selsvörin og þetta allt saman, þetta er mjög merkilegt allt saman. Þetta er mikið saga. Það var hann lifði mikið í fornsögunum. Já. Og það kom frétt í Moggana til dæmis af því þegar hann bjargaði hundamöndu. Kona sem Bretinn hafði einhverju breskir hermenn hafði áhuga á að vingast við. Hún hljóp heim til Péturs í hvað heitir það? Selsvörinni, já. Og hann og þeir vildi hlaupa á eftir inn dyrnar og hann stóð þar fastur fyrir og hann klauf niður eitt þeirra í herðar niður
eitthvað Já. þetta, Í frásögninni. frásögninni, sko. Já. Hann, hann lifði greinilega svona ævintýralegum heimi. Já, það er sko í bók sem að Samtímis því að hann var að lifið á því að finna gull og gersamar á haugunum. Já, og reri á raum og grásleppu. Það er umgerina, sko, en í bók sem heitir Aflamenn, þar er viðtal við hann. Það sé Stefán Jónsson, Stebba á löppinni, tók við hann. Og þá er það því að Pétur var álaveiði meistari Íslands og þeir voru að fara upp í Borgarfjörð að veiða ál. En svo kemur að ljós, sko, að Pétur var svo bílhræddur. Og Stefán skrifar þetta svo skemmtilega, sko, það kemur ekki einn vargurinn enn, ég bið þig að gæta vel. Þetta er mjög skemmtilegt í tal. Og var það bílar sem voru kom móti. Hann var bílhræddur með það. Kemur ekki einn blikkbeljan. Menn verða sér út þessa bók, Aflamenn, og þetta er alveg dásandi viðtal. Svo viðtalið, sko, skipstjórar, sko, sem voru, sko, voru miklu fiskimenn, sko. Aflamenn. En svo er þarna innan álaveiði meistari Íslands, Pétur Hoffmann. Hann skrifaði litla bók álaveiði, frekar. Já, það. Já, enda er það merkileg dýr. Allinn. Já, en það er þar eru náttúrulega, það er nú til eftirbrendana málverki sem að Guðmundur Þórðarson þetta sem mála þetta, allan merkt G-þ mjög verk sem er málað þarna í Ísælsvörn. Það sést sem sagt heimili Hoffmanns og báturinn að svona dregin upp í fjöru. En svona söguleg mynd. En það er engir trébátasmíðaðir í dag eða eitthvað, heldur það? Jú, það er þarna það er eitt læra bátasmíði. Já, Bjarni heitir hann. Það eru 2 ungir menn sem hafa lært tréskipasmíði. Það er Jón Ragnar Daðarsson og Bjarni. En svo er sem sagt meistarinn, það er Hafliði Aðalsteinsson. Hann smíðaði til dæmis Grindavíkurbát þannig bara í fyrra. Og það var Teinæringur, held ég. Jú, hann og félagar hans er með eitt bátalnámsbát inn í húsaukustar til að gera hann upp. Já. Þeir eru inn í Kotgörðum með aðstöðu. En bátalnámsbátarnir, þetta var 12 lestabátar, þeir þóttu mjög fallegir. Það var svona fallega línur í þeim. En þeir myndi ekki gagnast í dag. Nei. Það getur að línu eða andfærum, en það koma, sko, það lítur að vera þægilega að gera út góðan plastbát, heldur en. Já. Víða slítið. Já, sko, nýsmíði er, held ég, bara í plasti núna, sko. Dreifiplasti. En það er talsvert framleitt af þeim. Já, og það eru sem íslenski bátar, mikið. Og talsvert seltaðum til Noregs. Þannig að þetta er ekki bara fyrir íslenska markað, þeir eru að selja líka talsvert, sko, til Noregs. Úr landi. Já. En heyrði Sjóminjasafnið, sko, það byrjaði með tvær endur tómar en þetta er orðið bara sæmlega veglegt safn. Þetta ánægði hvernig tiltókst. Hvað segirðu? Þetta ánægði hvernig tiltókst. Já, sérstaklega fyrstu 10 árin. Við vorum sem sagt fámennur hópur. Vorum eitthvað 4 í byrjun, sko. Og sem sagt þetta var náttúrulega
barningur að fá þetta viðurkennt. Já. Og það var, já, ég man á árunum fann það 2001-2004 þá var aldrei vita hvort af þessu yrði. Og það var þetta nefnd sem mætti og fundaði og en þetta hafðist og já, Þórólfur Árnason borgarstjóri, það var hans síðasta verk að stofna þetta safn. Já. Og formlega sem sagt. En talandi þetta, það má nú ekki gleyma Gullborginni sem þarna úti. Já. Náttúrulega mikið breytt aðeins með stýrishús sko, sem kom lengur setna. Þetta náttúrulega bátur sem að Binni Gröf í Vestmannum á. Já. Það með, ég var að segja. Já. Og Hann sagan allstað, sko. Já. Ha. Og sko, það talandi sko verðmætin sem þessir bátar skiluð. Það var engin smáraði. Nei. Útflutningsverðmæti fiskafurða var kannski 90% þegar mest var á útflutningstekjum. Af útflutningstekjum Íslendinga? Já, á 20. öld. Já. Svo já, það ekkert smáraði. Það voru mjög nöðsynlegi bátar. Já. Eins og ég benti á sko þegar ég opnaði þá sá við sko heiflutningu, náttúrulega við vitum líka það ekki bara heiflutningar milli eyja heldur líka náttúrulega var sauðfé flutt á Já. Þannig að þessi bátar voru notaðir mjög mikið. Já, þú ert náttúrulega búin að vera að nefna báta sem eru sko síðustu 50 árin eða svo. Já. En í þessari bók náttúrulega ekki síst árabátatíminn sem var sko frá í 1000 ár, frá 900 til 1900. Já, en það sko, hér eru nú sko myndir úr söfnum þar sem að eru bátar geymdir innan hús. Já. Já. Það er Hellisandi, það ekki? Helvi bara. Jú, það er Já. Þetta nú, þannig að það er að skoða það á víða. Já. Það er svolítið fróðlegt að sko löggjöfin, hún hefur verið frekar, löggjafinn hefur verið svolítið seinna á sér. Já. Það var ekki fyrir en 2012 sem sett var í lög að varðveita skyldi báta og skip. Já. Það var eldri, sem væri eldri en 1950. Já. Og síðan ekkert meira það, sko. Já. En já. En ekki sem fylgir með. Ekki sem fylgir með, sko. Nei. Og núna höfum við þessa reglu. Já. Eða löggjöf, en það er enginn sem fylgir því eftir. Já. Enginn starfsmaður ekkert engin starfsmaður. Nei, það bara stendur bara í lögum. Það bara stendur í lögum og það er náttúrulega fyrsta skref og þá næsta skref að það veri gert alvöru. Já, fyllt eftir á einhvern nátt og til dæmis að eigendurnir þeir bara þeim sé tilkynnt. Það kom í ljós þarna Ágúst Georgsson gerði könnun á því hve margir af þeim sem áttu þessa báta, fornbáta, hve margir vissu að þeir væru sem sagt friðaðir og það væri skylda að varðveita og það væri, og það kom í ljós að minnihlutinn af þeim sem ekki voru söfn eða slíkir bara hreinlega vissu það eða hafa verið tilkynnt það að þeim bæri skylda til þá að
ekki að þetta skildi ykkur til að viðhalda einhverju sko bara einn og sér bát sem byrjaður að húna kannski og Nei, ekki nema einmitt þetta og ástæðan fyrir þessu væntanlega svo að það ekki nægur vilji til að taka næsta skref sem að hérna það vantar eitthvað bara að baka þetta sko. Búa til einhvern sjóð sem hérna hægt að leita í eins og Húsafriðunarsjóður Já. Við vonum að svo verði Já. Herðu, en við erum búin að sýra hérna í 40 mínútur eitthvað flis. Já. Herðu, og fyrir þau sem hafa á að gerast áskrifendur af Heimi best, þá getið sendt mér línu, það einfalt netfangi mitt, það sme@sme.is, sme@sme.is. En ég þakka ykkur fyrir þið ykkur sem horfðuð á okkur og ykkur sem að hlusta. Þakka ykkur fyrir að vera með okkur og Helgi, þakka þeim mikið vel fyrir komuna. Þakka þér sömuleiðis. Sæla sinni.